Góðan dag, gott fólk. Fundur settur í sveitastjórn Þingeyjarsveitar. Þetta fundur númer 65 og haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu á Laugum, Þingey. Mættir eru hér í dag Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson fjarverandi, en í staðinn situr fundinn Anna Bragadóttir, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson fjarverandi, en í stað hans situr fundinn Einar Örn Kristjánsson og Margrét Hólm Valsdóttir, ritarfundargerð. Áður en gengið þetta dagskrár óskað eftirfarandi mál verði tekin fyrir með afbrigðum. Það var breyting á fundanúmeri sveitarstjórnarfundar frá því sem auglýst var vegna boðunar aukafundar sem haldinn var í morgun 25. september kl. 10. Þá breyttist númer reglulegs sveitarstjórnarfundar úr 64 í 65. Þannig aukafundurinn verður númer 64 og þessi fundur númer 65. Það samþykkt? Það samþykkt samhljóða. Síðan óskað eftirfarandi fundaliðir verði teknir fyrir á dagskrá í dag með afbrigðum. Sem liður númer 4, framkvæmd á veitunefnd fundargerðir. Það samþykkt? Það samþykkt. Liður númer 5, ráðning sveitarstjóra. Það samþykkt? Það samþykkt. Liður númer 6, beiðni lausn á störfum oddvita. Það samþykkt? Já, það samþykkt samhljóða. Og liður númer 7, kosning oddvita og vara oddvita. Það samþykkt? Það samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til dagskrár. Og fyrsti liðurinn á dagskrá í dag, það fundargerð 40. fundar skipulagsnefndar sem liggur hér fyrir sveitarstjórn til staðfestingar, og fundargerðin frá 17. september. Hún í 12 liðum og það eru liðir númer 4, 5, 6, 7, 8 og 11 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og sérstakir liðir á dagskrá fundarins hér á eftir, og það Knútur formaður nefndarinnar sem ætlar að renna í gegnum fundargerðina með okkur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. 40. fundur skipulagsnefndar fór fram 17. september síðastliðinn og á dagskrá voru fyrsta mál var Laugaból, umsókn byggingarleyfi fyrir sumarhúsi, þar sem sótt var byggingarheimild fyrir sumarhúsi í landi Laugabóls í Reykjadal og skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna þau áform. Mál nr. 2 Austurhlíðarvegur, Laugafiskur, umsókn byggingarleyfi fyrir turni. Það sem AFH Teknistofa fyrir hönd Samherja Íslands EHF leggur fram umsókn byggingarleyfi, sótt leyfi fyrir lofthreinsi, húsi og miðlunartanki við fiskverkun fyrirtækisins á Laugum. Skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna áformin hagsmunaaðilum samkvæmt annarri málsgrein 44. grein skipulagslaga og byggingarfulltrúa falið að gefa út byggingarleyfi ef engar athugasemdir berast. Svo fremur sem að jákvæðar umsagnir umsagnaraðila á fullnægjandi gögn hafa borist. Mál nr. 3 Nýpá vélaskemma, einnig umsókn byggingarleyfi, það sem að á byggingaráform vegna vélaskemma Nýpá sem voru grenndarkynnt frá 7. ágúst með athugasemdir til 3. september. Athugasemdir gáfu ekki til kynna neins annars en þetta væri nágætasta framkvæmd og skipulagsnefnd heimilar byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þar fullnægjandi gögn hafa borist, en fer þó fram á samráð við vegagerðina eigi sér stað vegna tengingar við útkynnanir. Mál nr. 4 Vagnbrekka, þar sem fyrirspurn skipulagsmál. Lögð fram fyrirspurn hvort leyfi fengist fyrir stofnun lóðar undir íbúðarhús og atvinnuhúsnæði í landi Brekku í Mývatnssveit. Landið á landbúnaðarsvæði samkvæmt skipulagi, ekki deiliskipulag til af svæðinu. Miðað við framlögð gögn þá tók skipulagsnefnd jákvætt í erindi varðandi stofnun íbúðarlóðarinnar og bendir á að sækja þar leyfi Náttúruverndarstofnunar þar sem framkvæmdir verða innan verndarsvæðis Mývatns og Laxár, en uppbygging samræmist skilmálum gildandi deiliskipulags aðskipulagsfyrirgæði. Nefndin telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði og leggur til við sveitarstjórnar skipulagsfulltrúa verði falið að sjá stofnun lóðarinnar þegar tilkynningar hafa borist.
Mál nr. 5 Grímsstaðir, einnig íbúðarhús á lóð, lögðu fram fyrirspurn hvort leyfi fengist fyrir stofnun lóðar undir íbúðarhús í landi Grímsstaða. Svæðið einnig á landbúnaðarsvæði samkvæmt gildandi aðalskipulagi og ekki deiliskipulag til. Og það afgreitt með svipuðum hætti að skipulagsnefnd tekur jákvætt erindi varðandi stofnun lóðarinnar og bendir á að sækja þar leyfi Náttúruverndarstofnunar en uppbyggingin samræmist eins og hún kynnt samræmist skilmálum gildandi aðalskipulags. Lautir hesthús, þar merkjalýsing lögð fram sem skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við. Einnig mál nr. 7 Sæland Flatey, þar sem merkjalýsingar lögð fram sem að skipulagsnefnd gerir heldur ekki athugasemd við og vísar til sveitarstjórnar eins og hinni fyrri. Mál nr. 8 Laugar deiliskipulag, þar sem lögðu fram skipulagslýsing fyrir deiliskipulag þéttbýlisins á Laugum. Viðfangsefni deiliskipulagsins verður meðal annars að afmarka nýjar lóðir og byggingarrétti þar sem möguleikar á uppbyggingu, ásamt því að skilgreina byggingarrétt á núverandi lóðum og sett ákvæði hvað varðar viðbyggingar við núverandi hús og endabyggingar húsa. Þannig að ræða skipulagslýsingu sem kynnir verkefnið og afmörkun þess og gefur fólki tækifæri á að koma á framfæri því sem að sveitarfélagi þetta hafa í huga við skipulagsgerðina. Aldeyrafoss nr. 9 deiliskipulag, þar sem lögður fram tillaga deiliskipulagi fyrir ferðamannasvæðis við Aldeyrafoss, Ingvarafoss og Hrafnabjargafoss. Áður verið fjallað skipulagslýsinguna og í deiliskipulaginu sett fram áætlun uppbyggingu áfangastaði fyrir ferðamenn og mörkuð heimild til framkvæmda við gerð gönguleiða, endurhönnun bílastæða, salernis, aðstöðu, útsýnispalla og öryggisaðgerða. Skipulagið markar einnig vernd umhverfis í kring til að draga úr skemmdum á landi vegna átroðnings. Og skipulagsnefnd samþykkir að kynna þessa vinnslutillögu í samræmi við 4. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010, meðal annars með því að halda kynningarfund inn í Bárðardal málið þar sem að hagsmunaaðilar að stóru leyti eru þeir sem nota afrétt á svæðinu. Mál nr. 10 Skógahlíð, breyting á deiliskipulagi, þar sem Skógahlíð 1, þar sem tekin fyrir heimild til breytingar á deiliskipulagi til að fyrirhugaði breyting til að fyrirhuga bygging á lóð nr. 1 í Skógahlíð falli betur að landsleigu til að minnka jarðarask. Skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna áformin. Og síðan kemur mál nr. 11 sem deiliskipulagsvinna við Laxárstöðvar, en deiliskipulag Laxárstöðvar var auglýst í Lögbirtingablaðinu, skipulagsgátt og á heimasíðu sveitarfélagsins með athugasemda fresti til 24. ágúst síðastliðinn. Og skipulagsnefnd fór yfir athugasemdir og samþykkir breytingar frá auglýstum skipulagsgögnum í samræmi við umræður og sem settar eru fram í skjali með yfirferð umsagna. Breytingar eru óverulegar og varða ekki efnislegar breytingar á heimildum til framkvæmda og leggur því til við sveitarstjórnar og samþykki tillöguna þannig breytta. Skipulagsnefnd vekur hins vegar athygli á því að mannvirki í Mývatnssveit sem tilheyra vissulega starfsemi Laxárstöðva ekki innan þessara deiliskipulagsmarka. Liður nr. 2 eru landsbyggðarvagnar, nýtt leiðakerfi þar sem fyrir skipulagsnefnd liggur beiðni frá Vegagerðinni að taka til breytingar á stoppistöð vegna nýs leiðakerfis sem á að taka gildi 1. janúar 2026 og skipulagsnefnd frestaði afgreiðslu erindisins og óskar eftir fundi með fulltrúum Vegagerðarinnar vegna almenningssamgangna, skipulags og uppbyggingu. Fundi lauk klukkan 12. Takk. Við þökkum Knúti fyrir yfirferðina og orðið er laust ef einhver vil taka til máls undir þessum lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þessu geta staðfest fundargerðina eins og það skeiða merki. Hún er staðfest samhljóða. Þá vindum okkur í næsta lið og fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar eða staðfestingar fundargerð 22. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 15. september. Fundargerðin er í 4 liðum og það er liður nr. 1 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og er sér liður á dagskrá hér á eftir og það er hann Arnór sem ætlar að kynna okkur fundargerðina.
Já, oddviti. Þessi fundur hófst klukkan 10 og fyrsti liður þarnast staðfestingar sveitarstjórnar, þannig ég ekki að eyða miklum tíma í hann. En hann fjallar að Markaðsstofa Norðurlands hefur óskað eftir uppfærslu verkefna á áfangastaðaáætlun. Liður 2 svo umsóknir í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og nefndin fór yfir fyrirkomulag umsókna í framkvæmdasjóð ferðamanna og bókaði eftirfarandi. Nefndin felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að horfa til þeirra verkefna sem eru á áfangastaðaáætlun, auk þeirra verkefna sem nefnd í drögum að stöðugreiningu og aðgerðaráætlun Markaðsstofu Norðurlands og Mývatnsstofu og leggja fyrir nefndina á næsta fundi. Nú, þriðji liður á dagskrá var fjallskilanefnd, erindi frá fjallskilanefnd Hnjósdala, styrkumsókn, lokastaðadeild var þetta og nefndin tekur jákvætt erindi þar sem sveitarfélagið stór landeigandi á svæðinu og leggur til við sveitarstjórn að verða við erindinu. Nefndin leggur áherslu á að viðhaldi verði sinnt og gerð verði viðhaldsáætlun fyrir girðinguna. Nefndin felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að eiga samtal við fjallskilanefnd framgang verkefnisins. Styrkumsóknin snerist að girðingarframkvæmdum fyrir lokastaðadeild. Nú, fjórði liður var þingaðisveit stöðugreiningu og aðgerðaáætlun. Þar var lögð fram til kynningar drög að stöðugreiningu og aðgerðaráætlun fyrir þingaðisveit sem Markaðsstofa Norðurlands og Mývatnsstofa hafa unnið fyrir sveitarfélagið. Nefndin gerir ekki athugasemd við drögin og þakkar Markaðsstofu Norðurlands og Mývatnsstofu fyrir vel unnið verk. Fundi lauk klukkan 12. Orðið laust þessa fundagerð, einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Þeir sem geta staðfest fundagerðina, vinsamlega skeiðumerki. Hún staðfest af öllum. Þriðji liður á dagskrá fundarins, það fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 28. fundar umhverfisnefndar frá 17. september. Fundagerðin í 7 liðum og liður 6 þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar og sér liður á dagskrá fundarins hér á eftir og það Árni Pétur formaður nefndarinnar sem ætlar að kynna okkur þessa fundagerð. Takk fyrir, oddviti ágættra sveitarstjórnar fólk. Nú umhverfisnefnd fundaði daginn og fyrsti liður á dagskrá að það sem sagt vinnslutillaga svæðisráðs Norðursvæðis að breytingu fyrir stjórnar og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarð hvað varðar austurafrétt Bárdala. Nú, þetta hefur verið bara gríðarlega vel unnið og jákvæð vinna. Það hefur verið haft mikið samráð við hagaðila sem eru náttúrulega fyrst og fremst þeir sem nota svæðið til upprekstrar og þannig að nefndin var eiginlega sammála því að þakka þjóðgarðinum og þá kannski önnur sérstaklega fyrir góða vinnu og vanda samráð við hagaðila og við gerðum ekki athugasemd við vinnslutillöguna. Nú næsta mál á dagskrá þá veitir kynningar, það úrvinnslusjóður og þetta kemur alltaf reglulega. Það reyndar gott að benda fólki á það að fara inn á úrvinnslusjóður.is og það orðið býsna mögnuð svona reiknivél. Það sem hægt að fletta upp einstökum sveitarfélögum og hægt að sjá í raun og veru og bera saman hvað að fara af úrgangi og hverslags úrgangi frá hverju og einu sveitarfélagi. Nú við í Þingeyjarsveit höfum staðið okkur bara ótrúlega vel við flokkun, þannig að þetta hefur bara gengið mjög vel og en það gaman hins vegar að fara inn á þessa síðu og skoða þetta. Nú þriðji liður á dagskrá að það var lífrænn úrgangur, kynningarátak og þetta náttúrulega höfum við oft rætt hér. Það nálgast nú að við ætlum að fara að bjóða út sorp og breyta aðeins taktinn í því hvernig við skilum á okkar heimilissorpi og við vorum einfaldlega að ræða það hvernig við ætlum að hátta þeim kynningum en þess að þetta það fyrst og fremst þarf að vera vönduð upplýsingagjöf til íbúa það hvað á að gera og í hvaða farvegi þetta verður allt saman. Nú fjórði liður, það verður nú farið yfir þá eftir vegna þess að hann þarf
sérstaka samþykkt, en það fjallar sem sagt það að kaupa moltugerða vélarnar sem við ætlum svo að deila út til íbúa. Og síðan var 5. liður að það sorphirðan og útboð. Nú búið að vera að vinna útboðsgögnin og auðvitað það sem að til stendur það að geta minnka tíðni ferða þar sem að við ætlum ekki að sækja lífrænt, og það var bara verið að fara yfir það hvernig stæði með útboðsgögn og hvað verður klárt og hvenær við getum farið í formlegt útboð. Síðan var annað skemmtilegt mál og það var til umsagnar drög að stöðugreining og aðgerðaáætlun fyrir Þingeyjarsveit sem Markaðsstofa Norðurlands og Mývatnsstofa hafa unnið fyrir sveitafélagið, og þetta ég hlakka til þegar þetta plagg fer í loftið vegna þess að þetta mjög flott og vel unnið plagg, en auðvitað á það smá vinnu eftir, og það kom úr mjög víðu samráði og fundi sem var haldinn upp í Seli síðastliðið vor. Þannig að nefndin þakkaði einfaldlega Markaðsstofunni og Mývatnsstofu fyrir vel unnið verk og gerir ekki athugasemd við drögin. Þá hef ég lokið yfirferð á þessum fundi umhverfisnefndar. Takk fyrir. Við þökkum Árna Pétri fyrir þessa yfirferð og orðið laust ef einhver vil taka til máls undir þessum dagskrálið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þeir sem geta staðfest fundargerðin vinsælast beðnir að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það 4. liður á dagskrá, það framkvæmd á veitunefnd fundargerð og hún frá 17. september og það Jóna Björg, formaður nefndarinnar, sem ætlar að fara yfir þessa fundargerð með okkur. Já, takk á Diddi. 7. fundur framkvæmd og veitunefndar var haldinn í Þingey miðvikudaginn 17. september síðastliðinn og á fundinum voru bara 2 mál, annað umfangsmeira en hitt, en bæði umfangsmikil. Annars vegar fór sviðstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs yfir veitumál, en þar höfum við fengið eflu til liðs og okkur til að gera nákvæmar verk og fjárhagsáætlanir fyrir framkvæmdir við Reykjahlíðarveitu næstu 2 árin. Þetta svona framhald af síðasta fundi þar sem var verið að taka fyrir nokkuð verkefni til þess að setja fókus á næstu ár. Þetta allt saman bara liður í undirbúningi fyrir fjárhagsáætlanir gerð. Nú þá fór sviðstjóri í öðru lagi yfir sviðstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og umsjónarmaður fasteigna fóru yfir stöðu framkvæmda í sveitarfélaginu sem umfangsmiklar og mörg verkefni á dagskrá og margt til þess að halda utanum, enda þetta margir snertifletir, en svona það helsta sem hefur áunnist og svona án þess að þetta sé algjör, án þess að geta talið allt til, þá liggur fyrir kostnaðaráætlun og útboður í undirbúningi vegna leikskólans Tjarnaborgar á Stórutjörnum, og það stefnt að því að ljúka seinni hluta malbiksaðgerða við göngustíginn í Mývatnssveit í haust, en einnig verður í þeirri ferð malbika hluti bílaplans við íþróttamiðstöðina upp í Reykjahlíð. Það við sama tækifæri á að líka að fara í aðeins í hólufyllingar niður á Laugum á veginum upp að Þingey þegar í tengsli við malbikunarframkvæmdir upp í Mývatnssveit. Þá verið að leggja lokahönd á búningsklefa í Ídölum og jafnframt að stefnt að því að klára framkvæmdir við salerni í Þingeyjaskóla á næstunni, og það svona kannski það helsta sem að frétta. Og næsti fundur nefndarinnar svo boðaður 15. október næstkomandi, og þá verður aftur tekin staða mála og haldið áfram í undirbúningi fjárhagsáætlangerðar, enda mörg verkefni sem að liggja alltaf fyrir í stórum húsnæðum og miklu verklegum framkvæmdum. Takk fyrir. Já, við þakkum Jónu fyrir yfirferðina og orðið laust ef að einhver vil taka til máls eða spyrja.
Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þeir sem geta staðfest þessa fundargerð vinsamlega skeiði merki. Hún er samþykkt. 5. liður á dagskrá í dag. Það er ráðning sveitarstjóra. Á aukafundi sveitarstjórnar í morgun 25. september var tekin svo ákvörðun að segja Ragnheiði Jónu Ingimarsdóttur upp starfi sveitarstjóra. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga ráðningu Gerðar Sigtryggsdóttur í starf sveitarstjóra Þingeyjarsveitar með leyfi varaoddvita og í ljósi máls þá óskar oddviti eftir því að varaoddviti taki hér við stjórn fundarins. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Fyrir fundinum liggur tillaga ráðningu Gerðar Sigtryggsdóttur í starf sveitarstjóra Þingeyjarsveitar. Orðið laust. Og það hefur enginn kveðið sér máls og já, fyrirgeðu Eyþór sakið þetta. Oddviti, sveitarstjórnar fólk. Hér er uppi ákveðin staða og ég held að sú leið sem að meirihlutin leggur til sé bara nokkuð skynsum. Ráðning kjörins fulltrúa í stöðu sveitarstjóra sé rétta leiðin í þessari stöðu, en þar sem að þetta er pólitísk ráðning þá ætla ég að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu, en hljóti Gerður traust til þessa starfs að þá mun ég styðja hana til allra góðra verka. Þakka þér fyrir Eyþór. Einhver annar sem vil kveðja sér hljóðs? Svo er ekki. Þá er komin upp já, þau fyrir fundinum liggur já, þá tillagan ráðningu Gerðar Sigtryggsdóttur í starf sveitarstjóra Þingeyjarsveitar. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókun lýsans gefur merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum, einhver á móti. Það er enginn á móti. Eyþór situr hjá. Viltu gera, eða þú ert búin að gera grein fyrir, eða já. Þá í framhaldi því kemur til að bókun samþykkt að fela sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu sviðs og Knúti Emil Jónasson að ganga til samninga við Gerði í starf sveitarstjóra Þingeyjarsveitar. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókun sem það skefur merki. Þá, ég tek það svo að ég haldi þá áfram með stjórn fundarins. Næsta mál þá er tekin fyrir beiðni lausn frá störfum oddvita. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Gerði Sigtryggsdóttur lausn frá störfum oddvita í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar, en hún muni sitja áfram í sveitarstjórn sem kjörinn fulltrúi. Vill einhver taka máls það? Jóna? Já, takk oddviti og varaoddviti. Nú mér langar bara þess að nýta þetta tækifæri undir þessum lið sem heitir beiðni lausn að þakka Gerði kærlega fyrir samstarfið og fyrir sín störf sem oddviti. Það samstarf hefur verið afar farsælt og ég vænti þess að eiga gott samstarf við hana áfram. Einhver fleiri sem óskar til að taka til máls? Svo er ekki. Þá er tillagan þannig: þau ykkar sem geta samþykkt beiðni frá Gerði Sigtryggsdóttur lausn frá störfum oddvita í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar vísanlega skefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að næsta lið sem heitir kosning oddvita og varaoddvita. Í ljósi þess að Gerður Sigtryggsdóttir hefur beðist lausnar sem oddviti Þingeyjarsveitar þarf að fara fram kosning nýs oddvita sveitarfélagsins. Orðið laust, Óli Pétur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég gerði það tillögu minni að Knútur Emil Jónasson sem var varaoddviti að hann verði kjörinn oddviti Þingeyjarsveitar.
Fram komin tillaga. Ég ætla að biðja Árna Pétur að stjórna atkvæðagreiðslunni í ljósi aðstæðna. Tillagan borin upp. Þeir sem að geta samþykkt hana, vinsamlegast gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Ég til ég endurtaka atkvæðagreiðslu. Já. Ég var ruglaður eftir að þú væri að stjórna fundinum að ég hélt að Knútur mætti bara afgreiða þessa afgreiðslu. Allt í góðu. Eftir ég endurtaka atkvæðagreiðslu. Það hefur verið beðið þess að tillagan verið borin aftur upp og atkvæðagreiðsla endurtekin. Tillagan eftirfarandi, það það að Knútur Emil Jónasson verði kjörinn oddviti Þingeyjarsveitar. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt með 8 atkvæðum. Einhver á móti? Svo ekki. Þannig að Knútur rétt kjörinn með 8 atkvæðum og 1 situr frá hjá, sem Eyþór. Þakka þér og þakka ykkur. Þá komið að kjöri úr því að þessi staður komin upp, þá þarf einnig að kjósa varaoddvita og orðið laust. Já, oddviti til hamingju og ágæta sveitarstjórn. Ég geri það tillögu minni að Jóna Björk Hlöðversdóttir verði kjörin varaoddviti sveitarfélagsins. Og ég stjórna atkvæðagreiðslunni líka. Fram komin tillaga. Vill einhver taka til máls þessu tillögu? Svo ekki, þá berum við undir atkvæði. Þau sem geta samþykkt að Jóna Björk Hlöðversdóttir verði varaoddviti Þingeyjarsveitar sem gefa merki. Það samþykkt með 8 atkvæðum, einhver á móti. Svo ekki, Eyþór situr hjá. Þá næsta mál á dagskrá sem fjárhagsáætlun. Það sem fyrir sveitarstjórn liggur að taka ákvörðun forsendur við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026. Eftirfarandi forsendur eru hér lagðar fyrir sveitarstjórn. Fullnýting á útsvari samkvæmt lögum, samanber 1. málsgrein 23. greinar laga nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga eða 14,97%. Álagning fasteignaskatts verði óbreytt frá fyrra ári. Fasteignaskattur A-gjald 0,625% af fasteignamati íbúðarhúsnæðis. Fasteignaskattur B-gjald 1,32% af fasteignamati opinberra stofnana og fasteignaskattur C-gjald 1,65% af atvinnuhúsnæði. Lagt til að lóðarleiga af lóðum í þéttbýli verði 1% af fasteignamati utan þeirra samninga í Reykjavík sem bundnir eru á verði á fermetra og taka mið á lóðarleigu sem sveitarfélagi greiðir til landeiganda Reykjahlíðar jarða. Vass- og fráveitugjöld verði eftirfarandi. Vassgjald 0,19% af fasteignamati og fráveitugjald verði 0,184% af fasteignamati. Auka vassgjald 0,42% af fasteignamati. Almennar gjaldskrár hækki 3,4% og þar hort til meðaltals af helstu verðbólguspám vegna ársins 2026. Gjaldskrár sem snúa barnafjölskyldum og viðkvæmum hópum hækki minna eða 2,5%. Við áætlun vegna launa verði hort til forsendna í minnisblaði Sambands íslenskara sveitarfélaga og þau hækkuðu 4,25%. Orðið laust. Gerður. Já, oddviti, sveitarstjórn. Hér hafa verið lagðar fram forsendur fjárhagsáætlunar fyrir næstu 3 ár og þessar forsendur taka mið af forsendum sem að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gefið út. Það ekki verulega breytingar frá því. Það þó örlítil breyting á vassgjaldi hjá Kaldavatnsveitum. Þingeyjarsveit hefur verið eftir því ég best veit það sveitarfélag sem hefur innheimt lægsta gjald, en þetta mjög óverulega hækkun sem að þarna kemur fram þar.
síðan, já, það annað má segja sé bara óbreytt. Við erum að tala að almenna gjaldskrár hækki 3,4% sem meðaltal af svona helstu verðbólguspám, og við erum að tala að lækka gjaldskrár sem snúa að barnafjölskyldum og viðkvæmum hópum aðeins minna, og launa áætlunin verði 4,25% sem í takt við kjarasamningsbundnar hækkanir. Þannig að þetta allt saman svona stærðir sem við höfum engin áhrif á. En það eru fasteignagjöldin sem að hafa farið hækkandi, verulega hækkandi á undanförnum árum. Fasteignamat að hækka núna 11,8% og hækkaði á þar síðustu ára eitthvað svipað. Þetta þýðir það náttúrulega að tekjur sveitarfélagsins af fasteignagjöldum eða fasteignaskatti að hækka langt umfram verðlag á hverju ári. Nú rekstur sveitarfélagsins, sjóðsins sem heldur utan þessi skylduverkefni sveitarfélaga, hann hefur svo sem alltaf staðið í járnum og það hefur ekki verið mikið eftir til þess að sinna svona jákvæðum, skemmtilegum verkefnum sem að bæta líf okkar íbúana en þrátt fyrir það, vegna þessara hækkunar, þá legg ég til að við horfum aðeins í það hvort að við getum mögulega hafið lækkun á fasteignaskattinum. Við erum í hæstu prósentu í dag. Ég myndi vilja leggja það til að sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu og sveitarstjóra verði falið að útfæra nokkra hugmyndir af lækkun og jafnframt að taka þá mið af því að við stefnum ekki rekstri sveitarfélagsins í tvísýnu eða einhverja óþarfa hættu. Þannig að ég myndi samþykkja allar þessar forsendur, myndi leggja til að við frestum ákvörðun fasteignaskatt en að öðru leyti ég sátt. Eitt ég myndi leggja líka til varðandi Kaldavarsveituna sem sveitarfélagið rekur í þéttbýli, að við myndum koma upp mælum á atvinnufyrirtæki. Það hefur lengi staðið til. Gjaldskráin okkar hefur borið með sér aukavaskgjald sem hefur ekki verið fyllilega nýtt, og ef við erum sammála til dæmis það að þeir sem að nota það sé eðlilegt að þeir borgi, þá held ég að mælagjald á atvinnurekstur sé skynsamlegur. Það tiltölulega lítill kostnaður við að koma þessu upp. Það hafa verið fengið tilboð, mælar og vinna við að koma þeim upp talin verið 3,2 milljónir, og þá myndum við vísa því til fjárhagsáætlunar gerðar ef að það verður samþykkt. Takk. Einhvers fleiri sem vil taka til máls þetta aðalmál Eyþórs? Oddviti, ég byrjaði að óska oddvita og varaoddvita til hamingju með kjörið. Varðandi þetta mál þá ég sammála Gerði, og ég vil að við reynum eins og við getum að lækka prósentuna í fasteignaskattinum, og ég líka sammála Gerði í hinu að varðandi vatnsgjaldið, ég held að þetta sé skynsamleg nálgun á þetta mál. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls þetta mál? Svo ekki, þá liggur fyrir tillaga fyrir fundinum. Fullnýting verði að útsvari samkvæmt lögum nr. 1 samkvæmt 1. málsgrein 23. greinar laga nr. 4 tekjustofna sveitarfélaga eða 14,97%. Vatns- og fráveitumgjöld verði eftirfarandi: vatnsgjald 0,19% af fasteignamati og fráveitugjald 0,184% af fasteignamati. Aukavatnsgjald verði fellt niður og mælagjald tekið upp. En já, það var svoleiðis bara.
Algengar gjaldskrár hækki 3,4% og er þar horft til meðaltals af helstu verðbólguspám vegna ársins 2026. Gjaldskrár sem snúa að barnafjölskyldum og viðkvæmum hópum hækki minna eða 2,5%. Við áætlun vegna launa verði horft til forsendna í minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga og þau hækkuðu 4,25%. Ákvörðun fasteignaskatts frestað og sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs falið að skoða möguleika til lækkunar án verulegra áhrifa á rekstur sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísinlega skeiði merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál er beiðni aukið hlutafé í Þurrkstöð frá GG 2023 hf. Fyrir sveitarstjórn liggur bréf frá stjórn GG 2023 varðar beiðni aukningu hlutafjár. Þingeyjarsveit á 12,76% í hlutafélaginu GG 2023 hf í gegnum atvinnueflingu Þingeyjarsveitar. Óskað er eftir að eigendur leggi fram allt að 10 milljónir króna í aukið hlutafé sem varið verður til frekari uppbyggingar og þróunar Þurrkstöðvar. Málinu var frestað á síðasta fundi sveitarstjórnar þar sem stjórn atvinnueflingar Þingeyjarsveitar átti eftir að taka málið fyrir. Stjórn atvinnueflingar Þingeyjarsveitar hefur samþykkt beiðni hlutafjáraukningu að upphæð 1.276.000. Vil einhverjir að taka til máls? Ónbyttur. Oddviti ágætt að sveitarstjórnar fólk. Þetta er einmitt dæmi verkefni sem er alveg blússandi gangur í. Það náttúrulega hefur verið eins og sumir hverjir hafa séð í fréttum mikið kollrækta sumar og hefur þetta nýja tæki að þessi þurrkarir reynst alveg gríðarlega vel. Og svo eru náttúrulega aðri möguleikar inn í framtíðina sem að menn eru að horfa til eins og grasköglaframleiðsla og annað. Þannig að ég tel að þetta sé bara frábært verkefni sem við höfum hiklaust að styðja. Takk fyrir. Takk fyrir það. Einhverju fleiri sýnilega takk til máls. Með leyfi varaoddvita. Þá er það ólýsanleg gleði að keyra fram hjá kornrækt þingeyskra bænda og bara verulega gaman að því. Þá kemur til að fyrir fundinum sveitarstjórn samþykkir framlag til atvinnueflingar Þingeyjarsveitar hf til fjármögnunar á hlutafjáraukningu GG 2023 hf að upphæð 1.276.000 krónur. Framlagið verður fjármagnað með handbæru fé samanberi viðauka við fjárhagsáætlun sem verður tekin fyrir undir næsta dagskrárlið. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun í sem skeiði merki er samþykkt samhljóða. Næsta mál er fjárhagsáætlun 2025 viðaukar. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki nr. 6 við fjárhagsáætlun 2025. Viðaukinn er í tveimur liðum. Annars vegar er að ræða breytingu vegna hlutafjárkaupa atvinnueflingar Þingeyjarsveitar í GG 2023 hf að upphæð 1.276.000. Þessi liður viðaukans verður fjármagnaður af handbæru fé og hins vegar er að ræða tilfærslu milli liða innan fjárhagsáætlunar 2025. Áætlaðar voru 5 milljónir á deild 41 sem eru veitustofnanir vegna varmadæluverkefnis. Sú upphæð færist á deild 08 hreinlætismál vegna útboðs á sorphirðu. Þessi tilfærsla á milli liða hefur ekki áhrif á handbært fé. Þau eitthvað sem vilja taka til málsins sem skeiði merki. Engin kveður sér málsljós. Þá liggur til að hann fyrir svona sveitarstjórn samþykkir viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun 2025. Þau sem eru sammála sem skeiði merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 11 er sveitarstjórnarkosningar 2026 kjörstaður. Á 63. fundi sveitarstjórnar var lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs fyrirkomulag kosninga fyrir kjörtímabilinu. Fyrir sveitarstjórn liggur að taka ákvörðun fyrirkomulag kosninga við sveitarstjórnarkosningar í maí 2026. Við lengur taka til máls undir þessum lið. Árni Pétur. Oddviti ágætt að sveitarstjórnar fólk. Mín skoðun er sú að við eigum að reyna að hafa þetta jafn einfalt og gott eins og við getum
Við helst að vera ekki að hringla fram og tilbaka þannig að fólk viti hvað á von á. Þannig að mín tillaga svo að verði bara, eða ég myndi leggja til að væri bara 1 kjörstaður í sveitarfélaginu og við veitum eins og er þá bara ennþá betri þjónustu til utan atkvæðagreiðslu, utan kjörfundargreiðslu. Þannig að menn verði auðvelt fyrir menn að kasta atkvæði sínu ef þeir eiga óhægt vik með að komast á kjörstað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Einhverjir aðrir sem vilja kveða sér hljóðs? Eyþór. Oddviti, ég held ég geti haldið næstu í sömu ræðu og síðast þegar vorum að ákveða hvaðar kjörstaðurinn ætti að vera. Þá var enda fyrirliggjandi tillaga önnur. En ég held að framtíðin sé að við séum með 1 kjörstað í þessu sveitarfélagi og ég held að við skulum reyna að halda því þannig og vera ekki að hringla með það meira en nú þegar hefur verið gert. Þannig að ég held að það sé rétt leið að við reynum að halda okkur við 1 kjörstað í sveitarfélaginu og ekki bara fyrir þessar kosningar heldur reynum að horfa til þess til framtíðar. Takk fyrir þetta. Einhverjir fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Gerður. Já, oddviti, ég tek undir það sem hefur komið fram hérna að við þurfum að fara að koma okkur niður á lausnina. Það er ekkert óeðlilegt að við höfum sem sagt verið að prófa okkur áfram. Við erum bæði búin að fara í gegnum forsetakosningar og alþingiskosningar sem eru styrktar af ríkinu. Nú erum við komin að sveitarstjórnarkosningum sem eru að öllu leyti greiddar af sveitarfélaginu og sem sagt það eru gríðarlega stífar hæfisreglur fyrir þá sem að til dæmis mega vinna á kjörstöðum í sveitarstjórnarkosningum og fyrir síðustu kosningar að þá var gríðarlega erfitt að manna bara kjörstaðina svona út á landi vegna þess að það er náttúrulega mikið frændsemi og þess áttar. Mér finnst margt hníga að því að við komum okkur saman 1 kjörstað og hann verði svona einhvers staðar aðgengilegur miðsvæðis. Auðvitað hefur þetta meiri akstur í för með sér en þetta gæti líka bara verið skemmtilegu bíltúr og fólk gæti tekið sér saman. En ég sagt legg til að við komum okkur niður á 1 kjörstað. Takk. Einhverjir fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo er ekki. Þá liggur fyrir fundurum tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að sveitarstjórnarkosningar í maí 2026 að við sveitarstjórnarkosningar í maí 2026 verði 1 kjörstaður í Þingeyjarsveit í þinghúsinu á Breiðumýri. Sveitarstjórn leggur áherslu á að boðið verði upp á greiðan aðgang að utanfundar atkvæðagreiðslu og það verði vel auglýst á heimasíðu sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiða merki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál eru drög að samstarfssamningi, skipriti og starfsreglum Farsældarráðs Norðurlands eystra. Lagt er fram erindi dagsett 10. september frá Þorleifi Níelssyni verkefnastjóra vegna stofnunar svæðisbundins Farsældarráðs Norðurlands eystra í samræmi við 5. grein laga nr. 86 frá 2021 samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Jafnframt eru lögð fram drög að samstarfssamningi, skipuriti og starfsreglum Farsældarráðs Norðurlands eystra. Óskað er eftir því að sveitarfélagið tilnefni 1 aðalmann og 1 varamann í ráðið. Vill einhver taka til máls þetta? Svo, Ragnhildur. Afar. Dansar á línunni. Já, takk oddviti til hamingju með nýjan titil en ég ætlaði kannski bara að leggja til þetta erindi kom inn degi eftir síðasta fræðslu- og velferðarnefndarfund og ég ætlaði kannski bara að leggja til að senda þetta til nefndar áður en það kemur hingað. Takk.
Vilja einhverju fleiri taka til máls? Svo ekki með leyfi varaoddvita. Til skýringar þá farsældaráð hluti af vegferð sem var lagt í með gildistöku farsældarlagan og markmið lagana auðvitað að öll börn njóti sömu þjónustu óháð búsetu og innleiðing á samræmdum vinnubrögðum og landsvísu. Þetta háleit markmið og við tökum þeim fagnandi og vonum auðvitað að þetta verði okkar innri starfsemi talsverður stuðningur. Fyrir fundinum liggur því bókunin Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og vísar því til fræðslu og velferðarnefndar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki og það samþykkt samhljóða. Næsta mál vetrarhátíð og snjómokstur, beiðni endurnýjun samninga. Fyrir Sveitarstjórn liggur beiðni frá Úllu Árdal fyrir hönd Mývatnsstofu. Úlla óskar eftir að samningar varða vetrarhátíð við Mývatn og snjómokstur vegna jólasveinanna í Dimmuborgum verði teknir inn í vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs og samningar verði endurnýjaðir. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki... fyrir ekki. Jóna. Já, oddviti, ég vil nú kannski bara fá að lýsa þeirri skoðun minni að ég telji að vetrarhátíðin við Mývatn og jólasveininni í Dimmuborg vera slík og önnur eins verkefni að við eigum að halda áfram góðu samstarfi sveitarfélagsins við Mývatnsstofu og einmitt þetta að taka þetta inn í vinnu við fjárhagsáætlun okkar, þetta alltaf stóri póstur og gott að fá svona erindi inn til sveitarstjórnar til þess að geta sett inn í fjárhagsáætlun þannig að hún verði sem réttast á hverjum tíma. En ég, bara eins og segi, lýsi minni skoðun að ég held að það sé mjög mikilvægt að sveitarfélagið og Mývatnsstofa eiga áfram mjög gott samstarf þessi verkefni. Þakka þér, einhverju fleiri sem vilja. Gerður. Oddviti, ég tek undir með Jónu Björgu, bara bæti því við að vetrarhátíð þetta nokkurs konar bæjarhátíð þingar sveitar og þetta að það að koma fjöldi gesta inn í sveitarfélagið, alltaf aukast, það að aukast umsvifin og þjónustan hjá ferðaþjónustunni, þetta eykur tekjur í sveitarfélaginu, þannig að ég legg til að sveitarfélagið leggi sitt að mörkum til þess að þetta geti haldið áfram þessi hátíð. Takk. Takk fyrir þetta, við lengur í fleiri, takk til máls. Svo ekki, þá liggur fyrir fundinum bókun, Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og vísar því til fjárhagsáætlunar gerðar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál jöfnunarsjóður, ársfundur 2025. Fyrir Sveitarstjórn liggur boð á ársfundu jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem haldinn verður 1. október á næstkomandi á Hilton Reykjavík Nordica. Orðið laust. Það vill enginn taka til máls. Fyrirgefðu, ég að... Býtu, nú hefur oddvita orðið á í messunni. Nei, það var fundaritteln sem að rugla. Þakka fyrir þetta kærlega. Já, það jöfnunarsjóður og boð á ársfund jöfnunarsjóðs og til að bókun fundar Sveitarstjórn þakkar boðið. Kjörnir fulltrúar verða í Reykjavík á þessum tíma vegna fjármálaráðstefnu sveitarfélagana og eru hvattir til að sækja aðalfund jöfnunarsjóðs og jafnframt komin til að Sveitarstjórn feili Gerði Sigtryggsdóttur að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki. Það samþykkt samhljóða. Næsta mál loftslagsstefna Þingeyjarsveitar. Fyrir Sveitarstjórn liggja drög að loftslagsstefnu Þingeyjarsveitar sem var frestað á 62. fundi Sveitarstjórnar. Og bjóð einhverjum að taka til máls undir þessum lið. Árni Pétur. Með því skilt.
Oddviti og geta sveitastjórn og fólk. Þetta heilmikið plagg og bak við það liggur heilmikil vinna. En þetta auðvitað bara eins og margt annað sem unnið þetta bara tæki fyrir okkur til þess að geta markað okkur stefnu og hvernig við ætlum að haga okkur í loftslagsmálum. Og það svo að við þurfum, þetta orðið sem sagt að lagarskyldu, við þurfum að setja okkur loftslagsstefnu og þetta setur okkur auðvitað bara á þann stað að þetta auðveldar áframhaldið og næstu ár að plaggið sé orðið til og við getum hafið vinnu eftir því. Nú Arnheiður lagði náttúrulega mestu vinnuna í það að búa þetta til og við umhverfisnefnd þökkum henni kærlega fyrir það. Nú við erum búin að fá í sveitastjórn kynningu á loftslagsstefnunni, þannig að mín tillaga sú að við samþykjum þetta plagg hér í dag. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vill einhver annar taka til máls varðandi þetta? Eyþór? Oddviti, ég vil þakka fyrir kynninguna sem við fengum á þessari stefnu áðan. Þarna mikil vinna á bakvið og þetta ágætis stefna að mjög mörgu leyti. Það aðalega eitt atriði sem að mér langar að gera tillögu breytingu á. Það sem sagt undir aðgerðaráætlun. Þetta fyrsti liður í aðgerðaráætlunum að við endurnýjun bílaflota verði horft eingöngu til rafbíla eða annara með endanlíjanlega orku. Og ég geri það tillögu minni að við breytum þessari setningu og tökum út orðið eingöngu og setningin verði við endurnýjun bílaflota verði horft til rafbíla eða annara endurnýjanlega orku. Ég hlynntur því að við reynum að kolefnisjafna sveitarfélagið en þarna held ég að við þurfum bara að taka eitt skref í einu og horfa fyrst til rafbíla ef að það kostur en annars ef að það ekki kostur þá gerum við það ekki. Viltu fá skriflega tillögu? Já. Eyþór sendir tillögu á fundarritara, ekki satt? Ég ekki tilbúin með tillöguna. Já, og geta sveitastjórn og fólk, við tökum augnablik hlé.
höldum áfram með fundinn. Eyþór leggur fram eftirfarandi. Vilja einhverju fleiri taka til máls? Svo ekki. Eyþór hefur lagt fram eftirfarandi tillögu. Í aðgerðaráætlun stendur að mælt sé með að eingöngu verði miðað við notkun rafbíla og annarra með endurnýjanlega orku. Ég legg til að setningin breytist á þann hátt að það verði horft til rafbíla og annarra bíla með endurnýjanlega orkugjafa. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa breytingu, vísanlega skeiði merki. Er orðið ekkert laust? Fyrirgefðu. Orðið er laust þessa breytingu, þessa tillögu. Ábyrg Pétur. Oddviti, ágæta sveitarstjórnarfólk. Ég skil alveg hvert Eyþór að fara með þessum hugsunum sínum, en staðreynd málsins samt sem áður sú að ef við erum að setja okkur loftslagsstefnu sem er bara í raun og veru fyrir rekstur sveitarfélagsins og við erum að búa til loftslagsáætlun, þá þetta þarf hún að býta eitthvað. Þannig að einu bílarnir sem eru inn í þessu eru sem sagt bara þeir bílar sem eru notaðir á skrifstofunni og svo fyrir áhaldahúsið. Þannig að þetta er eitthvað sem ætti í raun og veru að vera nokkuð raunhæft. Ef ég get gefið eftir með áhaldahúsið, það er kannski ekki alveg sjálfsagt, en sko veiturnar eru náttúrulega hins vegar fyrir utan þetta, þar sem að menn eru með stærri bíla. Ég ætlaði nú bara að koma með þetta fram til útskýringar áður en atkvæðagreiðsla verður fram. Takk fyrir. Þá ber ég aftur upp tillögu Eyþórs. Í aðgerðaráætlun stendur að mælt sé með að eingöngu verði miðað við notkun rafbíla og annarra með endurnýjanlega orku. Ég legg til að setningin verði þann hátt að horft verði til rafbíla og annarra bíla með endurnýjanlega orkugjafa. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skeiði merki. Hún er samþykkt með 5, 6. Sko, ég les upp tillögun aftur. Í aðgerðaráætlun stendur að mælt sé með að eingöngu verði miðað við notkun rafbíla og annarra með endurnýjanlega orku. Ég legg til að setningin breytist á þann hátt að það verði horft til rafbíla og annarra bíla með endurnýjanlega orkugjafa. Þau ykkar sem geta samþykkt að loftslagsstefnu verði breytt á þennan máta það vísanlega skeiði merki. Það er samþykkt, það eru 3 með þau sem eru á móti. Það kemur hik á fólk. Þau sem eru á móti, það eru 4 og þau sem sitja hjá. Þannig að þetta fellur á jöfnu og ágætti fundari til hvað þýðir það. Er það ekki samþykkt? Hún fellur á jöfnu. Til hann er felld á jöfnu. Þá kemur fram önnur tillaga sem liggur fyrir hundinum. Ég ætla að leyfa fundarittara að dunda við það bóka þetta allt saman. Það er tillagan sem hljóðar svo: Sveitarstjórn þakkar Ingimarssyni og Arnheiði Rán Almarsdóttur fyrir greinargóða kynningu á loftslagsstefnu sveitarfélagsins og samþykkir hana hér með. Sviðsstjóra umhverfis og framkvæmdasviðs er falið að birta stefnuna á heimasíðu sveitarfélagsins. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega merki. Og það er samþykkt með 1, 2, 3, 4, 6 atkvæðum. Þeir sem eru á móti, engin, 2 sem sitja hjá. Einar og Eyþór sitja hjá. Næsta mál á dagskrá fundarins er erindi til samstarfs sveitarfélaga frá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra vegna drónaverkefnis. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra til samstarfs sveitarfélaga vegna drónaverkefnis. Afgreiðslu erindisins var frestað á síðasta fundi en óskaði eftir frekari kynningu. Sveitarstjórnarfulltrúar fengu kynningu í morgun frá lögreglustjóraembættinu á Norðurlandi eystra í morgun. Orðið er laust. Arnór. Fyrirgefðu. Arnór. Við sleppum það bara laus. Oddviti, Knútur.
Með þetta verkefni verð ég að játa að mér hafi snúist hugur og segja eins og maðurinn árið hafi ég skipt skoðun því það bara mér hefur vaxið vit. Ég hlýt að fagna þessari kynningu sem við fengum í morgun, hún upplýsti mig að miklu leyti hvernig þetta mál hugsað. Og eftir að hafa barist áratugum saman fyrir því að auka löggæslu á afskekktum hlutum sveitarfélagsins og svæðisins, þá hlýt ég að fagna því að embættið ætla að grípa tækifærið með breyttri tækni og koma á einhvers konar vísi að nútímalegri löggæslu í afskekktari hlutum sveitarfélagsins. Auðvitað kemur þetta ekki í staðinn fyrir lögreglumenn, en þetta samt sem áður, eins og við fengum útskýringu á, hugsa sem útkalls eða viðbragðstæki til þess að bregðast fyrir við atvikum sem geta komið heldur en annars væri hægt vegna fjarlæga. Mér finnst þetta vera tilraun sem er vert fyrir okkur að taka þátt í vegna þess að þetta geti aukið öryggi og viðbragðshraða í erfiðum málum í afskekktari hlutum sveitarfélagsins sem hafa afskekktari út frá löggæslu séð. Af hverju eigum við að taka þátt í þessu ekki löggæslan á vegum ríkisins? Jú, hún á að vera á vegum ríkisins, en eins og við fengum útskýringu á þá þetta stoppframlag til þess að taka þátt í tilraunaverkefni sem bundið við lögreglustjóra embættið á Norðurlandi eystra. Og mér finnst að það verða að vera alveg skýrt frá okkar hendi að þetta þá einskiptisframlag, stoppframlag til þess að koma á þessu tilraunaverkefni. Og ég held, í mínum huga það þannig að ég á erfitt með að leggjast gegn þessu af því að mér finnst þetta vera spor í rétta átt, mér finnst embætti vera að reyna að auka þjónustu sína við íbúa dreifðari byggðana. Auðvitað hefur verið æskilegt að ríkið hefði bara gert þetta. En þeir ekkert að fara á stað í það, þannig að þarna möguleiki eins og var með myndavélavæðingu þéttbýlisstaða á sínum tíma, þá var það gert í samvinnu við sveitarfélögin, stofn kostnaðar við það og þá þetta raunar fljúandi myndavél sem við erum að tala um. Þetta einhvers konar myndavéla viðbragð en ekki eftirlit. Það kom mjög skýrt fram í morgun. Þannig að ég mun greiða atkvæði með því að sveitarfélagi taki þátt í þessu verkefni. Takk fyrir þetta, með leyfi varaoddvita. Til útskýringar þá í erindinu tilgreint að markmið verkefnisins að auka viðbragðsgetu lögreglunnar þannig að lögreglan geti fyrirlagt mat á ástand þegar útköll verða og þannig aukið öryggi almennings og lögreglumanna. Með markvissri uppsetningu sjálfvirkra flugdróna á lykilstöðum á Norðurlandi eystra má byggja upp skilvirkt og tæknimiðað löggæslu umhverfi sem vinnur með lögreglu en kemur ekki í stað hennar. Tæknin byggir á því að flugdrónum fjarstýrt einkum frá lögreglustöðinu Akureyri þar sem mönnun allan sólarhringinn allt árið kring. Eftir atvikum einnig unnt að stýra henni frá fjarskiptamiðstöð lögreglu í Skógarhlíð. Jörður. Já, oddviti, ég líka ein af þeim sem skipt skoðun, eða ég var kannski ekki búin að mynda mér ákveðna skoðun, ég var frekar svona í neikvæðari kantinum eftir að lesa erindið en eftir að fá kynninguna og þá vil ég bara taka undir þess að kom fram hjá Arnóri að ég held að þetta sé til bóta fyrir okkar dreifbíla svæði. Ég held að þetta kemur aldrei eins og búið að koma fram hjá lögreglustjóra, þetta kemur aldrei í stað fyrir lögregluþjón á vettvang. Þetta getur flýtt viðbragðinu, þetta getur aflað upplýsinga að vera búin að senda drónan, hann komin á staðinn í flestum tilfellinu undan lögreglumönnunum og þetta getur aflað upplýsingar sem skipta sköpum fyrir viðbragði sem að þeir sem eru á leiðinni eiga eftir að sinna. Ég held að já eins og ég segi að þetta geti verið mjög skynsamlegt og þetta nýtt, þetta ný tækni, þetta tilraun og ef hann á að ganga einhvers staðar að þá held ég að það sé á svona dreifbílum landsvæðum og ég mun styðja það að Þingeyjarsveit leggi þetta fjármagn í stoppkostnaðinn. Það kemur ekki til okkar að þurfa að reka þetta verkefni, við erum að leggja fram stoppkostnað í þeirri von að þetta hafi góð áhrif á löggæslu í okkar sveitafélagi. Þess vegna mun ég greiða atkvæði með svona fljúgandi öryggismyndavélum.
Takk fyrir það. Árni Pétur. Já, oddviti ágætt að setjast þarna fólk. Ég vissilega hlustaði þessa kynningu í morgun líkt og þið, en hef nú ekki skipt skoðun. Mér finnst þetta að vera, þetta svolítið hálfbraut að við sem sveitarfélag séum að taka á okkur kostnað sem að vissulega á heima hjá ríkinu. Það kom líka fram í kynningunni að radíusin eða drægnin á svona apparati cirka 25 kilometrar sem þýðir það að í sveitarfélagi sem telur hátt í 12.000 ferkilometra að þá þyrfti að vera ansi margir drónar hér ef við ætluðum að geta senda inn á Hollendi til dæmis eða Borðadal, Fnjóskadal, Útkinn, Mývarsveit. Þannig að vissulega verkefnið gott og ég ætla ekki að tala á móti því og það náttúrulega sérstaklega sé ég það að það hitamyndavél í þessari græju þannig að þetta getur virkað gríðarlega vel sem fyrsta viðbragð ef einhver týnist eða annað slíkt, en mér finnst einfaldlega að lögreglan eða ríkisembættið eigi að bera kostnaða svona, ekki sveitarfélagið. Frá hvaða stofnunum fáum við þá næst beiðni, verður það vegagerðin, ef við eigum að fara að kosta Bárðardalsveg sjálf, eða ég myndi gera það að tillögu minni að við myndum lýsa okkur tilbúin til þess að taka þátt í verkefninu en okkar framlag verði það að við getum hýst eða tengt eða aðstofað með staðsetningu eða þetta þarf eitthvað húsnæði þessi skélengstaðar, hún þarf að vera stödd þannig að hún nái til sín rafmagni og einhverju slíku. Þannig að ég held að það væri betri nálgun fyrir okkur heldur en að við séum að leggja beint út fjármagni í þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór. Oddviti, ég mjög skeptískur á þetta mál. Ég ekki hrifinn af fljúgandi eftirlitsmyndavélum, sama hvort að þær eru notaðar í eftirlit eða öflun sönnunargagna. Ég ekki hrifinn af því að lögreglan sendi dróna á vettvang í öllum tilfellum og ég held að þetta muni ekki endilega hafa góðar afleiðingar fyrir borgarana. Þetta mun eflaust auðvelda lögreglulífið við ákvarðanatöku og öryggi lögreglumanna og það mjög gott og gilt, en ég ekki hrifinn af þessu verkefni. Ég held að þessir drónar séu ekki nógu drægnin sé ekki nógu góð og sko flugtíminn hann myndist á þeim morgun að flughraðin væri kilometr á mínútu sem að þýðir að ef hann þarf að fljúga 20 kilometra þá er það 20 mínútur. Þannig að þetta viðbragðshraðin eykst nú ekkert rosalega mikið og ég ætla ekki að styðja þetta eins og þetta liggur fyrir en ég hins vegar sammála því sem Árni Pétur sagði hérna að við getum alveg skoða það að aðstoða þetta verkefni með öðrum hætti en beinum fjárútlátum. Takk fyrir þetta, Anna. Já, takk Oddviti. Mér finnst þetta ákaflega spennandi verkefni og mér finnst það mjög gaman að sjá að lögregluembættin ætla að taka þessa tækni í notkun. Ég ætla hins vegar að taka undir hérna með Árna Pétri og Eyþóri að ég tel þetta ekki kannski henta nógu vel hér í þessu sveitarfélagi af því að við erum svo gífurlega stórt sveitarfélag og ég held að þessi drónar séu ekki nógu langdrægir. Það er þarna hámark kannski 25 km radíus við allar bestu aðstæður. En ef að sveitarfélagi getur lagt þessu verkefni í lið á einhvern annan hátt og þá væri það þetta bara mjög jákvætt. Takk fyrir. Arnór. Já, oddviti,
Mér finnst ég kannski vera að nálgast máli aðeins á rangan hátt. Ef maður rétt, svo vakni mér sofnaði kennari, að þá pólís og raunar pólitík líka dregið af gríska orðinu póli sem því fjöldi, og það ekki þörf fyrir pólís eða pólitík nema þess með fjöldin samankomin. Ég sé þetta til dæmis gjörbreyta allir í aðstöðu í Mývatnssveit. Ef við erum með staðsettan dróna þar, jafnt sumar sem vetur, að þá getur hann dekkað ansi stórt svæði þar sem að við erum ekki með lögreglumenn til að dekka í dag. Þannig að eðlilega held ég að í fyrstu lotu verði þessu komin fyrir það sem að fjöldin af því að það þörfin mest og mest ástæða til þess að tryggja öryggið. Ég held að við getum ekki nálgast þetta verkefni frekar en nokkur verkefni önnur með hennu opinbera út frá því að við viljum fá ágóðan af verkefninu en við viljum ekki kosta það. Annarkvort tökum við fullan þátt í því og tökum upp samtal við lögreglustjóra embættið á Norðurlandi eystra það hvar við staðsetjum dróna í sveitarfélaginu til að byrja með og reynum að hafa áhrif á hvernig löggæsla í sveitarfélaginu byggð upp með þessari tækni. Það væri gaman, en við náum auðvitað ekki að dekka alla þessa 12.000 ferkilometra, það er eldri sáum ekki veri. En tökum þátt, göngum keik til verks, þetta nýsköpunarverkefni, pilotverkefni fyrir dreifða byggðir á landinu og jafnvel víðar eins og framkom í morgun og höfum áhrif á hvernig þetta er byggt upp. Það finnst mér vera útgangspunktur sem við eigum að hafa leiðarljósi. Takk. Takk fyrir þetta, Gerður. Já, Oddviti. Það sem skiptið. Ég varðandi dragnina, að sko þetta eins og búið að koma fram, þetta tilraunaverkefni og drónar eru ekki, já þeir eru til þess að gera nýr á nálinni, dragnin mun aukast. Ef að það kemur í ljós að þetta hentar vel, ég veit að það verður horft til þessa verkefnis annar staðar á Norðurlöndunum, það byrjað að nota dróna við löggæslu í Svíþjóð til dæmis, en aðalega þá í borgum. En þetta þykir vera spennandi, þannig að það verður horft til þessa verkefnis. Það þýðir það að sko drónarnir eiga eftir að þróast. Þeir eiga eftir að rafhlöðurnar eiga eftir að batna alveg eins og í rafbílunum og dragnin á þar af leiðandi eftir að aukast. Þannig að ég held að sko það skiptir svo miklu máli að taka þátt frá upphafi og það kemur þá í ljós sko hvort að þetta mun henta. Annars vitum við ekkert hvernig þetta mun ganga. Og eins og ég sagði áðan að það ekki við sem eru síðan að fara að reka þessa dróna löggæslu, en það skiptir höfuðmáli að einmitt að staðsetningin á drónunum sé sem bestum stað fyrir þetta sveitarfélag og við ættum að geta haft einhver áhrif á það bara með samráði við lögreglustjórana á Norðurlandi eystra. Þannig að ég tel ennþá að við eigum að taka þátt og þetta geti verið mjög hentugt fyrir þetta sveitarfélag. Jóna? Nei, það enginn þetta, ég Já, oddviti og sveitarstjórn. Ég verð að taka undir margt sem hefur komið hérna fram í dag. Ég er sammála sömu en ekki alveg öllu. Þegar kemur að því að tryggja öryggi okkar íbúana, þá spilar lögreglan þarna stærsta hlutverkið og hún eins og við og þarf að fjármagna sem einhverjum hætti og ég verði eiginlega að segja að ég fagna þessu framtaki lögreglunar og Norðurlandi eystra til þess að reyna að bæta öryggi okkur íbúana. Ég hef samt ákveðna efasemdir að þetta eigi eftir að auka mikið öryggi í dreifbíli með þá dræfni sem þetta virðist ætla að hafa, en þetta breytir því samt ekki, að hér í Þingeyjarsveit engin lögreglumaður staðsettur og það kemur ekki til með að breytast. Er þá ekki betra að taka þátt í þessu viðbragði
og eins og Arnór kom inn á áðan að taka þá þátt í samtalinu og benda þeim á það hvað Þingeyjarsveit ótrúlega víðfeðmt sveitafélag. Getum við tryggt öryggi ferðafólks upp á hálendinu við Ösku, við Jökulsá á fjöllum eitthvað kemur upp á, og eins þetta sem að við í dreifbýli könnumst auðvitað við, og lögreglan fyllilega meðvituð að það ekki kannski alltaf verið að kalla til lögreglu þegar að slísberagarði eða eitthvað kemur upp á, málunum bara redda, það keyrir einhver út af og það bara kemur einhver að dráttarvél og hífi bílinn upp. Mér finnst þetta svona viðleitni þá átt, ég held að það sé þó nokkuð mörg skref eftir, og ég vona við þurfum ekki að borga 2,5 milljónir fyrir hvern dróna sem að kæma, því ég tel að þið þyrfti þá, ef þið ætla að ná einhverju svona yfirferði við 12.000 km ferkílómetra sveitafélag, þá þyrfti nú svolítið mikið að koma til. En ég held að það sé betra að taka þátt í samtalinu eins og svo oft áður. Varst þú ekki búinn tvisvar? Já, Arnór? Já, ég búinn tvisvar en Oddviti gleymdi að taka það fram í upphafi fundar eða upphafi þessa dagskrárliðar að hver einn mætti aðeins taka tvisvar til máls. Hann hefur vissulega heimild til þess, en hann þarf að taka það fram fyrirfram. Ok, nákvæmlega þetta. Þurfum við að borga 2,5 milljón fyrir hvern dróna? Ég veit það ekki, en ég veit hvað við þyrftum að borga mikið ef við ætluðum að ráða einn lögreglumann í starf í sveitarfélaginu á lögreglubíl. Þá erum við að tala um milljónum tugi. Þannig að mér finnst þetta ódýr leið til þess að auka öryggi og þjónustu við íbúana ef hún fær. Og við vitum ekki hvort hún fær nema við gerum tilraunina. Þannig að ég legg enn til að við gerum þessa tilraun. Takk fyrir þetta. Oddviti biðst velvirðingar á slælegri fundarstjórn, því að samkvæmt 16. greinum fundarsköp og ritun fundargerðar þá má hver aðili einungis taka til máls tvisvar. Þannig að ég bið fundarmenn að hundsa alfarið það sem hann sagði núna í síðustum fyrir. Varðandi þetta mál, við skulum ekki nálgast þetta tæknilega, tæknimenn breytast, við skulum nálgast þetta sem svolítið svona kannski konsept í þessu. Maður skilur óttan við lögreglu ríkis hugmyndina að sveimi hér drónar í tíma og tíma, en maður skilur jafnframt gagnið sem á að hafa af þessu, hvort sem að ræða hvað maður sé til að fá yfirsýn og til að bæta viðbragð. Auðvitað maður hræddur að þetta éti kannski eitthvað af okkur, eitthvað sem ekkert en ég held samt svona eftir að hafa velt þessu upp, það rétt að koma að þessu, og það rétt að þróa þetta og spyrja svo að 2 árum liðnum hvað menn sjá fyrir sér, hvað regluverk verður utan þetta, og því að græjurnar munu batna, það er óumdeilt, og þetta kannski meira spurningum svona regluverkið og hvað við sjáum fyrir okkur. Þetta ég styð það, og ég glemdi að segja mig vel yfir Oddvita að við komum að þessu verkefni. Vil einhverju fleiri takk til máls? Eithors, ertu búinn til svo líka? Þetta er annars skipti. Oddviti, ef við fáum ekki að tala oftar en tvisvar þá höldum við bara lengri ræður í staðinn. En það varðandi þetta verkefni, ég verð nú bara að segja það aftur að ég ekki hrifinn, og Oddviti heldur fram að tæknin batni, sem vissulega rétt, hins vegar munu þessi drónar ekkert batna, þeir munu versna með tímanum. Það er að segja að þessir drónar sem að lögreglan búin að kaupa, þeir geta í dag flogið 50 km kannski á batteríinu, en eftir 1 ár eða 2 ár þá verður það færri kílómetrar, kannski hrakar þeim ekki hratt, en það er hins vegar staðan, og þá er spurningin hver ætlar að borga þegar það þarf að uppfæra drónan? Er það við eða er það ríkið? Ég ætla ekki að greiða atkvæði með fyrirliggjandi tillögu sem að hefur nú kannski ekki verið borin upp, en er drög að tillögu.
ég held að þetta sé ekki gott skref þó að ég skilji og það eru rök fyrir þessu en ég tel að mótrökin vegi þyngra. Takk fyrir þetta. Úr því að oddviti gerði hljóðbíl á sig við fundarstjórn, þá varður hann einhvern veginn að bæta fyrir brot sitt og heimila að fólk taki oftar en 2 til máls undir þessum lið. Takk fyrir oddviti. Ég vil bara eitt sem ég vil nefna vegna þess að þetta er tilraunaverkefni og það eru áhyggjur af því að hvað gerist þegar það þurfa endurnýja þessa dróna. Þeir muni versna eins og öll svona tæki, þau draga af sér við eftir því sem eldast, að eins og kom fram í máli lögreglustjóra þá er líka verið að sækja styrki í nýsköpunarsjóði vegna þess að þetta þykir mjög athyglisvert verkefni. Nú ríkið á náttúrulega eftir að fylgjast með þessu verkefni og ef það vel tekst til að þá mun náttúrulega ríkið á öllum líkindum koma að því ef það þarf að endurnýja dróna, að ef það kemur að því að það sést að nú eru bara drónarnir úr sig gengnir og þá þarf að stoppa verkefni, þá annarkvært þá er það bara ákvörðun, það verður bara hægt í þessu verkefni eða það verður keyptir nýju drónar. Við vitum ekki núna hver á að greiða þá, en ef verkefni gengur vel og gefur góð fyrirheit, þá hef ég ekki áhyggjur af því að við verðum aftur rukkuð. Það eru fleiri aðilar, þá verður farið að skoða þetta á fleiri landsvæðum og þá hlýtur ríkið að koma inn. Ég ætla að leyfa mér allavega að vona það. Minnst allavega við höfum ómikla að tapa vegna þess hvað ég held að þetta geti gert mikið fyrir íbúana. Þannig að ég segi ennþá já, við skulum taka þátt. Þakka þér fyrir. Þetta að leysast upp í fíflagang. Árni Péturs. Þessi lög greinilega í andstöðu málfrelsi. Oddviti á geta setjast þarna fólk. Ég nú bara í annað skipti þannig að ég á eftir að koma einu sinni enn upp væntanlega. En það auðvitað þannig að ég hef ekkert breytt skoðun. Það er margt mjög gott við þetta. En það hins vegar ber að geta þessa leiðin til helvítis að hún vörðuð góðum ásetningi og við vitum að þetta ekkert með að við hver tilhugsunin með þessa græðir í framtíðinni. Ef að þetta eins og sagt var á kynningunni þetta bara sett á loft ef það kemur útkall til eða þörf á þessu, að þá þetta auðvitað jákvætt, en hvenær þetta orðið partur af einhverju eftirliti? Ég ætla svo sem ekki að fara í þá útópíu. Ég ennþá þeirra skoðunar og við eigum ekki að borga sem sveitafélag fyrir löggæslu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá hættum við þessari orðaræði í bili og greiðum atkvæði tillögu sem lögð fram og mun þá skera úr málið. Tillagan hljóðar svo: Sveitarstjórn þakkar lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra Páli Borgþórsdóttur fyrir greinargóða kynning á verkefninu sem tilraunaverkefni til 2 ára. Sveitarstjórn lýsir yfir ánægju með tilraunaverkefni en varstu búin að breyta? Já, fyrirgefðu. Já, kjósum þessa tillögu svona. Sveitarstjórn lýsir yfir ánægju með tilraunaverkefnið en sér ekki fært að styrkja það fjárhagslega þar sem löggæsla á forræði ríkisvaldsins. Þau sem geta samt í þess... Eina spurning og segja. Einhver önnur tillaga þá til okkur styrka eða... Já, fyrirgefðu, já. Það eru 2 tillögur. Það eru 2 tillögur, já, það er hárrétt. Fundarittari, skamtar, oddvita, hæfilegt, lesmál. Fyrir tillagan hljóðar því þannig: Sveitarstjórn þakkar lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra Páli Borgþórsdóttur fyrir greinargóða kynning á verkefninu sem tilraunaverkefni til 2 ára. Sveitarstjórn lýsir yfir ánægju með tilraunaverkefnið en sér ekki fært að styrkja það fjárhagslega þar sem löggæsla á forræði ríkisvaldsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunni sem merki. Og það eru
3 sem greiða atkvæði með þessari tillögu, þau sem greiða atkvæði á móti þessari tillögu, það eru 4, það eru 5, það eru 6 sem greiða atkvæði á móti þessari tillögu. Og það voru Árni, Pétur, Anna og Einar sem voru með þessari tillögu, en Jóna, Arnór, Eyþór og Knútur og Gerður sem voru, er ég að glemma ykkur? Og Hildi sem voru á móti. Og næsta, þá greiðum við atkvæðum þessi tillaga því felld og við greiðum svo atkvæðum seinni tillöguna og hún hljóðar svo: Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt og vísar erindinu til fjárhagsáætlunar gerðar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun, hún er samþykkt með 5 atkvæðum. Þau sem á móti, það eru 4 og það eru Eyþór, Árni, Pétur, Anna og Einar sem á móti. Ragnhildur, Arnór, Jóna, Gerður og Knútur sem eru með. Þessi tillaga er því samþykkt. Næsta mál er fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Fyrir sveitarstjórn liggur til samþykktar fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra ásamt yfirliti yfir áætlun framlög sveitarfélaga fyrir árið 2026. Með leyfi varaoddvita þá er þarna að ræða óverulegar breytingar, en þó vekur athygli breyting á gjaldskrá á þann hátt að í stað þess að lagt sé upp með dráttargjald og geymslugjald í fastri krónutölu, þá kemur í staðinn raunkostnaður samkvæmt gjaldskrá verktaka, svona svolítið í anda þess að sá sem veldur borgar. Annars er aðra leitur óverulegar hækkanir að ræða og íbúaframlag þingasveitar lækkar 2%, en greiðslur af eftirlitsgjöldum á okkar svæði hafa hins vegar hækkað 13%. Vill einhver taka til máls þetta? Svo er ekki. Sveitarstjórn, þá er tillaga bókun: Sveitarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun HNE og vísar henni til fjárhagsáætlunar gerðar. Þau sem geta samþykkt þessa bókun í íslenski merki, það er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá er boðsbréf á landsbyggðarráðstefnu félags þjóðfræðinga á Íslandi. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á landsbyggðarráðstefnu félags þjóðfræðinga á Íslandi sem haldin verður að Narfastöðum í Reykjadal 27. til 28. september og ráðstefnan verður formlega sett föstudagskvöldi 27. september. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Lögð fram bókun, með leyfi varaoddvita. Þessi ráðstefna er öllum opin og dagskráin er verulega áhugaverð, þó ég sjá mér ekki sjálfur fært að fara og bara rétt að hvetja til þátttöku. Til að bókun fundarins er: sveitarstjórn fagnar því að félag þjóðfræðinga á Íslandi haldi landsbyggðarráðstefnu sína í sveitarfélaginu og þakkar boðið. Árna Pétri Hilmarssyni er falið að flytja ráðstefnunni erindi sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísa henni merki og það er samþykkt samhljóða. Næsti liður er skógrækt, bréf með ályktun varðandi skipulagsmál hjá sveitarfélögum. Fyrir sveitarstjórn liggur bréf frá Skógræktarfélagi Íslands með ályktun sem samþykkt var á aðalfundi félagsins nýverið. Ályktunin er svohljóðandi: aðalfundur Skógræktarfélags Íslands haldinn að Varmalandi í Borgarfirði dagana 29. til 31. ágúst 2025 beinir því til sveitarfélaga að skógrækt verði ekki háð framkvæmdaleyfi umfram það sem gildir annan landbúnað. Vill einhver yðar taka til máls? Anna. Já, takk, oddviti. Það er nú þannig að í reglugerð framkvæmdaleyfi segir í 4. grein: við mat á því hvort framkvæmdir teljast meiri háttar, það er aðrar framkvæmdir en þær sem falla undir lög mat á umhverfisáhrifum,
skal hafa til hliðsjónar stærð, svæðis og umfang framkvæmdar, varanleika og áhrif á landslag og ásýnd umhverfisins og önnur umhverfisáhrif. Leyfisveitandi metur hvort framkvæmd sé framkvæmdaleyfi skyld samkvæmt 1. málsgrein falli hún ekki undir lög um mat og umhverfisáhrif. Í 5. grein reglugerðarinnar segir framkvæmdir sem geta verið háðar framkvæmdaleyfi, samanber 4. grein, eru meðal annars nýræktun skóga, hvort sem að ræða nytjaskó eða útvistaskó eða skógareyðing. Þannig að sveitarfélagið fer eftir þessari reglugerð og metur hvort verkefni séu framkvæmdaleyfi skyld eða ekki. En hins vegar það hefur verið skortur á upplýsingagjöf skógræktarfélagsins til einstaklinga í skógrækt þessa reglugerð og of algengt að farið í skógræktarverkefni án umfjöllunar í stjórnsýslu sveitarfélagsins sem mjög miður. Þannig að ég vil beina því til Skógræktar Íslands að við gerð samninga við einstakar skógabændur að upplýsa skyldur gagnvart sveitarfélögum. Takk. Þakka þér fyrir þetta, Anna. Vil ykkur annar taka til máls þetta? Svo ekki. Við auðvitað hvetjum Skógræktarfélagið til að standa vel að undirbúningi framkvæmda með sín fólki. Til að bókun er svona, sveitarstjórn þakkar erindið og vísar því til skipulagsnefndar til kynningar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta erindi er frá innviðaráðuneytinu þar sem frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum liggur fyrir. Fyrir sveitarstjórn liggur boð frá innviðaráðuneytinu þátttöku í samráði varðar frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum. Frestur til að skila inn breytingartillögum til 13. október. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á reglum sem gilda fundi sveitarstjórna, málsmeðferð við töku ákvarðanir hæfi, rétt kjörinna fulltrúa til aðgangs á gögnum og framsal, ráðningar og fullnaðarafgreiðslu valds til nefnda, ráða og starfsmanna sveitarfélaga. Markmiðið að skýra og auka gagnsæi gildandi reglna stjórnskipulag sveitarfélaga og auka traust á stjórnsýslu þeirra. Með leyfi varaoddvita þá vil ég nú benda á að í þessari breytingatillögu er einnig fjallað ákvæði sem snúa að frumkvæði ráðherra varðandi sameiningar sveitarfélaga og það er því vert að við skoðum þetta miklum hætti. Vill einhver taka til máls þetta fyrir? Já, takk oddviti. Þetta er að mínum mati gríðarlega svona bara stórar og mikla breytingar. Ég kannski ekki endilega, ég er ekki að leggja mat á hvort það séu stórar, en þetta eru mjög margar breytingar á sveitarstjórnarlögunum og eins og kom fram hjá oddvita að þá er þarna varðandi sameiningar sveitarfélaga, þá eru sveitarfélag sem að telja innan við 100 íbúa, þau eiga að sameinast og ráðherra mun hafa frumkvæði af sameiningum ef íbúafjöldin er undir 250 manns og tekur þá með af svona ákveðnum aðstæðum í viðkomandi sveitarfélögum líka. Nokkur atriði sem að þarna koma fram að það verða fleiri mál, það er lagt til þarna í þessum breytingum að það verði fleiri mál heldur en nú sem þurfa 2 umræður sveitarstjórnar, svo sem reglur sem að þurfa staðfestingu ráðherra og samningar samstarf við önnur sveitarfélag. Slíkt þar 2 umræður í framtíðinni ef að þetta frumvarp verður samþykkt. Nú fjárhagsáætlun eins og hingað til hefur verið talað og við förum á fjármálaráðstefnu sveitarfélagana. Allstaðar þar sem orðið fjárhagsáætlun sveitarfélaga kemur fram, það mun framvegis vera fjármálastefna eða fjármálaáætlun sveitarfélags. Þetta er nú eitthvað svona bara orðalegur. Síðan eru þetta nokkra breytingar hæfi kjörinna fulltrúa. Það eru ákveðna breytingar, þetta er ekki stórvægilega breytingar að mínum mati, en þó eitthvað aðgangur kjörinna fulltrúa að gögnum
Þar eru örlitla breytingar, það talað breytingar þarna varnir gegn hagsmuna árekstrum. Það þarna sett í lög að sveitarfélög skuli setja sér siðareglur, annars vegar siðareglur kjörinna fulltrúa og nefndamanna og hins vegar siðareglur framkvæmdastjóra og æðstu stjórnenda. Og það þarna ákvæði heimastjórnir og í rauninni rétt ákveðina byggðalaga sem telja yfir, ef ég man rétt, 250 manns, byggðakjarna, réttara sagt, að fara fram á heimastjórnir. Þannig að þetta bara svona hluti af þessum breytingum, þær eru býsna miklar. Enda breytingarna sjálfar, þær taka 23 blaðsíður og greinagerðin 65 blaðsíður. Þannig að þetta við þurfum að skoða þetta vel og ég legg til að sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu verði falið að greina þetta frumvarp og senda umsögn ef þurfa þykir. Takk. Takk fyrir þetta, við líkur annar. Takk til máls, Arnór. Já, oddviti, í ljósi síðasta dagskrárliðar, þá mun ég vera hérna nokkuð lengi og líka langa ræðu. Ég tek undir með Gerði að þarna eru mjög margar breytingar, sumar mjög viðamiklar, sumar viðaminni, en þær eru margar og mér finnst skipta mjög miklu máli að við skilum inn umsögn sem vel unnin. Við erum stödd núna í tímabili draugatillagna ríkisvaldsins, þar sem embættismannakerfið að drita út gömlum vinnuplöggum fyrir síðustu ríkisstjórn og treysta á reynsluleysi núverandi ríkisstjórnar til þess að bera þau fram. Þetta sést núna á nokkrum málum í þingmálaskrá. Þess vegna held ég að við eigum að passa okkur. Ég er búinn að rýna þetta og segja eins og þú gerður, þarna eru verulega breytingar, hvort það til góðs eða ekki. Ég er ekki búinn að skoða þetta nógu vel til að vita það, en það alveg ljóst að ríkisvaldið í formi embættismannakerfisins með mikinn þrýsting á það að fækka sveitarfélögum og ég hef grunn að þarna sé verið að innbyggja hvata til þess að sveitarfélögin geri það enn frekar þó þau áttu sig ekki endilega á því. Þannig að ég myndi óska til því að sveitarstjóri og sviðsstjóri færi gegnum málið, greindu það og sendu kjörnum fulltrúum greiningu sína áður en umsögn verður send. Þannig að við tökum öll þátt í þessu, það talsverð ábyrgð í þessu ef við ákveðum að veita umsögn og ég held að þetta sé mál sem að hvert og eitt sveitarfélag á að senda umsögnum. Ég veit svona koma þessu á framfæri. Takk. Takk fyrir þetta. Einhver fleiri sem vilja taka til máls þetta mál? Svo ekki, þá liggur fyrir tillaga á fundinum að sveitarstjórnarfélög sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs og sveitarstjóra að vinna tillögu að umsögn og senda til sveitarstjórnars. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa tillögu vinsælega ekki merki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar einelti, kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni, áætlun fyrirbyggjandi aðgerðir. Á 28. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt vegna endurskoðunar á áætlun aðgerðir gegn einelti, kynbundnu ofbeldi og kynferðislegri áreitni. Fræðslu og velferðarnefnd sér ekki ástæðu til að gera breytingar á áætluninni eins og hún leggur fyrir og leggur til við sveitarstjórn að áætlunin verði staðfest. Enn fremur hvetur nefndin stjórnendur til þess að fara yfir áætlunina reglulega á starfsmannafundum. Og við laust. Fagnendur. Yes, takk oddviti. Já, þetta nú svo sem kannski svona frekar
við má sletta basic. Þarna er að ræða áætlun sem kemur til yfirferðar á 2 ára fresti. Það var ekkert þarna sem að þurfti að skoða eða breyta eða bæta. En þannig að nefndin lagði ekki til að breyta neinu, en lagði hins vegar áherslu á það að þessi áætlun væri kynnt reglulega. Það sem mikilvæga áætlun er að ræða og það nauðsynlegt að starfsmenn viti séu meðvitaðir tilvist hennar. Takk. Takk fyrir þetta Ragnhildur. Einhver annar sem vill taka til máls um þetta mál? Svo ekki. Þá hér til að bókun sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsælast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Næsta mál gjaldskrár 2025. Á 28. fundi fræðslu og velferðarnefndar voru tekin fyrir drög að breyttri gjaldskrá leikskóla og gjaldskrá skólavistunar grunnskólabarna. Eftirfarandi var bókað og staðfest. Fræðslu og velferðarnefnd samþykkir drög að breytingum á gjaldskránum fyrir sitt leyti og vísar til sveitarstjórnar til samþykktar. Orðið laust. Já, þannig voru semst að ræða 2 breytingar. Annars vegar varðandi gjaldskrá leikskóla og þar kemur inn svokallað bleiu áskrift. Bleiu áskrift þýðir að þú getur skráð barnið þitt í bleiu áskrift og þá fær það bleiur eftir þörfum í leikskólanum. Þú ert ekki að koma með sjálfur eða sjálft. Þú getur keypt heilt eða hálft gjald og gjaldið valfrjálst. Hin gjaldskrárbreytingin, það vegna skólavistunar grunnskólabarna, sem sagt, það snýst vistun barna eftir að skólabílar halda heimaleið. Vistun skólabarna eða frístund á yngsta stigi vistun skólabarna á yngsta stigi þar til skólabílar fara heim foreldrum að kostnaðarlausu, en fyrir vistun sem boðið upp á eftir þann tíma þá gjaldið 450 krónur á klukkustund og það bara að sækja vistun til skólastjóra og gjaldið innheimt með að við skráningu en ekki hvort það notað eða ekki. Takk. Takk fyrir þetta. Einhverjir aðrir sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá komin til að bókun sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og vísar gjald. Augnablik. Leigugjaldið? Já. Það var fyrst og líka. Nei, leigugjaldið var komið. Það kom auðvitað. Já, þannig ekki að lýsa. Nei, þetta bara samþykkt. Það enginn breyting gjaldskránni en þetta. Nú orðalags lagfæring á bókuninni. Rétt skal vera rétt. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem gefa merki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál þroskaþjálfi, erindi frá skólaþjónustu Þingeyjarsveitar. Á 28. fundi fræðslu og velferðarnefndar var tekið fyrir erindi frá skólaþjónustu Þingeyjarsveitar beiðni að ráða einn þroskaþjálfa til að sýna brýnni þörf í skólum sveitarfélagsins. Eftirfarandi var bókað og samþykkt. Sveitarfélög hafa gert samkomulag við ríkið að sveitarfélög sjá þjónustu við börn á fyrsta stigi og öðru stigi farsaldar. Liður í þeirri þjónustu að skólaþjónustur sveitarfélaga hafa á að skipa fagfólki sem getur tekist á við fjölbreyttar þarfir barna og veitir ráðgjöf til kennara og foreldra. Fræðslu og velferðarnefnd leggur því til við sveitarstjórn að gefa skólaþjónustunni heimild til að ráða þroskaþjálfa við skólaþjónustu Þingeyjarsveitar. Orðið laust. Ég tel reyndar ekki að ég þurfi að bæta neinu sérstöku við hérna til þess að upplýsa kannski meira þetta mál, en ég held að allir gerir sig grein fyrir því að sérfræðiþekking þroskaþjálfa gríðarlega mikilvæg fyrir allt skólastarf og við erum með 3 grunnskóla í sveitarfélaginu og það augljóst að starf þroskaþjálfa myndi styðja afar mikið og sterkt við faglega starfsemi skólan okkar. Takk. Takk fyrir þetta. Einhverjir aðrir sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá komin til að bókun
Sveitarstjórn tekur jákvætt í bókun nefndarinnar og vísar erindinu til fjárhagsáætlanagerðar. Einnig felur sveitarstjórn sviðsstjóra fjölskyldusviðs að leggja fram áætlaðan kostnað við ráðningu þroskaþjálfa. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem skrifa merki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál frá SSNE, fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra, drög að umsókn í farsældarsjóð. Á 28. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var fjallað drög að umsókn í farsældarsjóðinn frá Akureyrarbæ og öðrum sveitarfélögum á Norðurlandi eystra. Eftirfarandi var bókað og samþykkt. Fræðslu- og velferðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að staðfest verði þáttaka Þingeyjarsveitar í umsókn Akureyrarbæjar í farsældarsjóð. Já, takk fyrir það. Hér sem sagt að ræða umsókn í farsældarsjóð og þetta stór og mikil umsókn. Markmið verkefnisins að byrgja brunnin áður en að barnið dettur ofan í hann ásamt því að efla farsæld barna og fjölskyldna þeirra. Þetta afskaplega metnaðarfullt verkefni sem að nefndin telur að geti styrkt og staðið vel við bakið á þeim börnum sem að þurfa kannski falla í kríteríuna sem að geti nýtt sér þetta verkefni eða fjölskyldur þeirra sem að þurfa á aðstoð að halda. Ég ætla ekki að rekja þetta allt fyrir ykkur en þetta mjög flott umsókn og það væri frábært ef við fengjum úthlutað í þetta verkefni, en það til dæmis þannig að sérfræðingar í þessu verkefni eru hreyfanlegir í landshlutanum sem þýðir það að þeir geta aðstoða fjölskyldurnar á þeirra heimasvæði. Það þarf ekki að keyra eitthvað til þess að fá aðstoð fyrir barn eða fyrir fjölskyldur. Eins og til dæmis við þurfum kannski að gera í dag að fara til Akureyrar í sérfræðiþjónustu þar, heldur ertu að fá þetta heimtíðin, þú ert að fá aðstoðan á allt annan hátt. Þetta sett upp sem 24 mánaða verkefni og framlag Þingeyjarsveitar gæti orðið alltaf 850.000. Takk. Takk fyrir þetta. Vill einhver annar taka til máls? Svo ekki. Þá liggur fyrir fundinum til að bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og felur sviðsstjóra fjölskyldusviðs að vinna málið áfram fyrir hönd sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt samhljóða. Og næst tökum við fyrir mál sem þurfa að samþykkta sveitarstjórnar úr fundargerð skipulagsnefndar. Anna Bragadóttir hefur vakið athygli á mögulegu vanhæfi sínu vegna starfa sinna fyrir afsakið, ég hljóp hér yfir, þú mátt bara sitja róleg. 25. málið á fundinum í dag fjallskilanefnd Fnjóskdæla, Lokastaðadeild, styrkumsókn. Á 22. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar var tekið fyrir erindi frá fjallskilanefnd Fnjóskdæla, Lokastaðadeild, þar sem óskað var eftir 1 milljón króna styrk til að endurgirða og laga núverandi afréttargirðing á Flateyjardal við vestari Króka. Eftirfarandi var bókað í nefndinu og samþykkt. Nefndin tekur jákvætt í erindið þar sem sveitarfélagið stór landeigandi á svæðinu og leggur til við sveitarstjórn að verða við erindinu. Nefndin leggur áherslu á viðhaldi verði sinnt og gerð verði viðhaldsáætlun fyrir girðinguna. Nefndin felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmdasviðs að eiga samtal við fjallskilanefnd framgang verkefnisins. Ég vil einhver taka til máls undir þessum lið. Þá liggur fyrir til að bókun fundarins. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Styrkveiting verður tekin af málaflokki 13.220 fjárgirðingar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að þeim málum sem að liggja til samþykktar sveitarstjórnar úr fundargerð skipulagsnefndar. Anna Bragadóttir hefur vakið athygli á mögulegu vanhæfi þar sem hún starfar sem skipulagsráðgjafi fyrir Þingeyjarsveit. Þau ykkar sem geta samþykkt vanhæfi önnu vinsamlega skrifa merki. Og það samþykkt samhljóða. Hún víkur að fundi klukkan 15.06. Málin sem koma til afgreiðslu sveitarstjórnar eru Vagnbrekka, þar sem fyrirspurn skipulagsmál, þar sem
lögðar fram fyrirspurn stofnun lóðar í landi Brekku og skipulagsnefnd vísaði til sveitarstjórnar og bókun. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki til að bókun hljóðar svo að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar og felur byggingarfulltrúa að stofna lóðina. Þau sem geta samþykkt þetta vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar afgreiðslu sveitarstjórnar svo kýrt. Það aðeins að fletta. Það hlaut að vera. Næsta mál varðar afgreiðslu sveitarstjórnar Grímsstaðir. Það sem lögðar fram fyrirspurn hvort leyfi fengist fyrir stofnun lóðar og skipulagsnefnd vísaði því til sveitarstjórnar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Fyrir fundinum þá tillagan sem hljóðar svo: sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu nefndarinnar og felur skipulagsfulltrúa að sjá stofnun lóðarinnar þegar tilskilin gögn hafa borist. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skrifa merki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar samþykkt sveitarstjórnar varðar Lautir hesthús þar sem lögð fram merkjalýsing sem nefndin fór yfir og vísaði til sveitarstjórnar. Það sem skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptagerðina. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Tillaga bókun því svo: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur byggingarfulltrúa að stofnun lóðarinnar. Þau sem geta samþykkt þetta vinsamlega skrifa merki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar Sæland í Flatey þar sem lögð fram merkjalýsing fyrir lóð úr landi Garðshorns í Flatey. Nú ég aðeins að fletta, ég vil bara aðeins að bíða. Ný lóð fengi staðfangið Sæland lóð. Eftirfarandi var bókað í nefndinni og samþykkt. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptagerð enda samræmist skipulagsáætlun og vísaði málinu til sveitarstjórnar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Sveitarstjórn tillaga bókun því þannig: sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar og felur byggingarfulltrúa að stofna lóðina. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál sem varðar afgreiðslu sveitarstjórnar Laugar deiliskipulag, það sem lögð var fram skipulagslýsing og skipulagsnefnd vísar málinu til sveitarstjórnar og felur skipulagsfulltrúa að kynna skipulagslýsinguna. Og vill einhver taka til máls undir þessum lið? Jóna. Já, takk Oddviti. Eitt málhlið til þess að fá sér vatnssopa. Mér langar bara til þess að vekja athygli íbúa sveitarfélagsins á þessari vinnu sem nú að hefjast með þessari kynning og skipulagslýsingu Lauga. Þetta fyrsta skrefið, það og verður kynnt þá núna hvernig eigi að vinna nýtt deiliskipulag fyrir Lauga og hvað gerist í ferlinu, og ég bara hvet fólk til þess að taka þátt í þessari þróun deiliskipulagsins með okkur í sveitarfélaginu og upp á það hvar verði hægt að til dæmis byggja nýtt íbúðarhúsnæði, hvar getur verið pláss fyrir atvinnustarfsemi og bara tómstundir. Og þetta þetta eins og ég segi fyrsta skrefið, þannig að það liggja ekki miklar upplýsingar fyrir á þessu stigi og því tilvalið að koma með ábendingar og hugmyndir á þessu stigi. Í næsta skrefi verða þá komnir fram einhverjir uppdrættir og þá einnig hægt að gera athugasemdir og tillögur og að lokum verður þá auglýst deiliskipulag til samþykktar og þá líka hægt að koma athugasemdir og tillögur. Þannig að nú tækifæri til þess að láta sig þetta varða og nú sérst unnið með Lauga og næst hyggur sveitarfélagið á að vinna jafnframt deiliskipulag fyrir önnur þéttbýli eða þéttbýliskjarna í sveitarfélaginu. Takk fyrir þetta, Jóna. Vil einhverju aðrir taka til máls? Svo ekki.
Þá til að bókun varðandi þetta mál. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að kynna skipulagslýsingu vegna deiliskipulagsgerðar fyrir Lauga í samræmi við 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál er deiliskipulagsvinna fyrir Laxárstöðvar. Það sem að deiliskipulag sem var auglýst í Lögbirtingablaðinu og með athugasemdir til 24. ágúst fékk meðferð skipulagsnefndar og skipulagsnefnd fór þar yfir athugasemdir. Á 40. fundi skipulagsnefndar var tekið fyrir deiliskipulag Laxárstöðva. Umsagnir bárust frá Minjastofnun, Vegagerðinni, Heilbrigðiseftirlitinu og fleiri aðilum og skipulagsnefnd fór yfir þessar athugasemdir og bókaði svo: skipulagsnefnd samþykkir breytingar frá auglýstum skipulagsgögnum í samræmi við umræður og sem settar eru fram í skjali yfirferð umsagna. Breytingar eru óverulegar og varðað ekki efnislegar breytingar á heimildum til framkvæmda. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki tillögu að deiliskipulagi Laxárstöðva þannig breytt samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123. Niðurstaða sveitarstjórnar skal auglýst. Skipulagsnefnd vekur athygli á mannvirki í Mývatnssveit sem tilheyra starfsemi Laxárstöðva er ekki innan deiliskipulagsmarka. Orðið er laust. Já, takk fyrir því. Við erum ekki athygli á mögulegu vanhæfi mínu þar sem ég er starfsmaður Landsvirkjunar. Einar hefur vakið mögulega athygli á mögulegu vanhæfi sínu þar sem hann er starfsmaður umsóknar aðila. Þau ykkar sem geta samþykkt vanhæfi Einars vinsamlega gefið merki. Það er ekki samþykkt, þannig að þú situr hér stund. Tillaga bókun er þannig: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir tillögu að deiliskipulagi Laxárstöðva þannig breytt samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga 123 frá 2010. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta fyrirgefðu, Jóna. Heyrðu, ég byrst afsökunar, það er óskaði til að taka til máls, Jóna. Já, takk Oddviti. Nú, eins og framkom áðan hjá mér, þá er deiliskipulagsvinna í mörgum skrefum og þarna er eitt af þessum lokaskrefum, deiliskipulagsvinna komið ákveðin lokaskref og verið að gera smá breytingar eftir þessa auglýsingu. Mér langaði bara til þess að vekja aftur athygli á því sem kom fram hjá Oddvita að skipulagsnefnd benti á að það eru mannvirki sem tengjast virkjuninni sem eru ekki inn á deiliskipulaginu og ég vil bara nýta tækifærið og hvetja Landsvirkjun til þess að klára þá vinnu sem að snýra þessum mannvirkjum svo það sé skýrt og að því að þetta eru sannarlega mannvirki sem tilheyra Laxárstöð en þau eru hvorki inn á deiliskipulagi eða getið með eitt sérstaklega skilmerkilegum hætti eða lóðir undir þeim á skipulagsuppdráttum eða verið stofnaða lóðir utan þessum mannvirki. Takk fyrir þetta. Er einhver annar sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá les ég tillögu að bókun. Nei, með leyfi varaoddvita. Það er auðvitað þannig að við erum að fara inn í tímabil þessu máli tengd af því að hún bendir þarna á mannvirki í Mývatnssveit sem tengist þessu. Það er auðvitað að fara í hönd umtalsverð átak í skráningu og hnitsetningum á svæðinu og vert að benda fólki á að fylgjast með sínum málum varðandi það. Varðandi þetta mál þá er komið til að bókun sem hljóðar svo: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir tillögu að deiliskipulagi Laxárstöðva þannig breytt samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga frá nr. 123 frá árinu 2010. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísinlega skeiði merki. Það er samþykkt samhljóða og þá má vísa önninn á fundin aftur ef einhver vildi gera svo vel.
Þá koma hér mál sem að varða afgreiðslur sem tengjast fundargerð umhverfisnefndar. Anna kemur aftur á fundinn klukkan 15:17. Mál nr. 32, moltugerðarvélar verðfyrirspurn. Á 28. fundi umhverfisnefndar var tekið fyrir tilboð í moltugerðarvélar og var eftirfarandi bókað og samþykkt. Umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að keyptar verði 200 vélar í samræmi við tilboð frá heimilistækjum. Nefndin leggur til að sveitarfélagi kosti vélarnar en innheimti helming af andvirði þeirra frá þáttakendum. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Oddviti og gæti sveitarstjórnarmenn. Þetta er auðvitað mjög mikilvægur liður í þessu í allri þessari keðju við þetta stóra verkefni sem við erum að fara af stað með nýtt sorphirðu útboð og það er það að menn geti full unnið lífrænan úrgang heima hjá sér og sé til þess þægileg leið. Þannig að ég ætla nú að biðla til sveitarstjórnar að samþykkja þetta, annars setjum við allt verkefnið í uppnám. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Árni Pétur. Einhver annar sem vil taka það mál sem þetta mál? Svo er ekki, þá kemur lögð fram tillaga að bókun fundarins. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs að ganga að tilboðinu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinstrilægslega merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá er rannsóknarsetur í byggða á sveitarstjórnarmálum, orlofshús í þéttbýli, rannsókn. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynninga tölvupóstur frá Víbli Karlssyni er varðar rannsókn orlofshús í þéttbýli sem gerð var við rannsóknarsetur í byggða á sveitarstjórnarmálum við Háskólann á Bifröst. Þetta er lagt hér fram til kynningar, vil einhver taka til máls þennan lið. Svo er ekki eingöngu lagt fram. Næsta mál eru fundargerðir samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 75. fundarstjórnar SSNE frá 4. september síðastliðnum. Hún er hér lögð fram til kynningar. Vil einhver taka til máls hana? Svo er ekki. Þá er komið að næsta lið sem er fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga. Það sem fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 984. fundarstjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 12. september síðastliðnum. Hún er hér lögð fram til kynningar, vil einhver tjá sig þessa fundargerð? Svo er ekki, og þá er hér einnig lögð fram til kynningar fundargerð heilbrigðisnefndar Norðurlands svæðis eystra. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 243. fundarstjórnar heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra frá 14. september síðastliðinn. Hún er hér lögð fram til kynninga. Vil einhver taka til máls þessa fundargerð? Svo er ekki, þá er lokið þeim málum sem fundurinn þarf að fara yfir. Ef vill einhver vekja máls á einhverju öðru er varðar málefni sveitarfélagsins á svo stundu. Svo er ekki, þá er fundið slitið klukkan 15:20.